Herru, þá ætlum við að fara yfir prófið frá því fyrra og ég setti bara inn sömu útgáfu af því og er inn á Uglu. Það er hér. Og þetta mun vera bara mjög svipað. Við erum meira að segja á nákvæmlega sama degi á sömu stund og í fyrra. Og það mun vera sett upp aftur í þremur hlutum sem munu vera mjög með svipað vægi. Þannig að það verða krossaspurningar, það verða forritunarspurningar og það verða ritgerðarspurningar. Þannig að þetta náttúrulega bara svona gefur ykkur mismunandi tækifæri til þess að taka prófið og skora hraðara því að sumir eru betri í að skrifa ritgerð, aðrir eru betri í að muna svona á finnandi krossum, aðrir eru betri í að forrita. Þannig að þetta er svona, ég vil alltaf meina að þetta gefur svona smá svona breidd í því hvernig þetta gerir þetta og þetta hefur gengið ágætlega. En svona, ef við bara rennum yfir þessar spurningar og þið svarið þessu kannski fyrir mig áður en ég segi ykkur hvað er. Er þetta ekki tiltölulega augljóst hvað er í gangi hérna? Við sköpum með ranga möguleika eða? Nei, það er alltaf miklu skemmtilegra sko, þú veist. Já, gefa ykkur svona, að hérna, ég reynir svona að byrja fyrstu spurninguna svona aðeins hérna, setja þetta svona, ef einhver er stressaður svona, hei, húha, settum út sko. Þetta verður bara walk in the park. Þannig að það er hérna sko framework til þess að útbúa webforrit, þannig að ef þið vitið ekki muninn á Gulp og Express, þá getið þið fallið í þessa gryfju. Svo kemur rétta svarið, Task Runner sem gerir handvirku hlutina sjálfvirka. Og svo Task Runner, þannig að þetta er hver er munurinn á því sem keyrir actual taskin og því sem síðan passar upp á að skrifa JavaScript kóða sem er þá ESLint eða einhver álíka linter. Þannig að hér er rétta svarið B. Líka C, þetta er fyrstulega með því að rekna þáttir eftir hraðar. Og líka, ef þú ert ekki að fara yfir alltaf kóða og gera það í höndum, þá getur þú verið að eyða meira tími að rekna. Og við erum búin að læra til Snorra ógeðslega lengi, þannig að rétt skal vera rétt. Ok, ég er svolítið ekki Snorri og Snorri fer ekki yfir prófið, þannig að Það er forsenda. það er ákveðin forsenda. Að við erum svolítið loose. Síðan er þarna, í fyrra notum við JS Hint í staðan fyrir ESLint, en það er í raun bara pretty much það sama. Og þarna, hvað er það dæmi tól sem getur hjálpað okkur við að skrifa betri JavaScript kóða, hvernig virkar það? Ef þið hafið bara skoðað típukerfið og séð að það getur valdið ykkur vandræðum, þá gætu þið haldið að þetta myndi breyta því einhvern veginn, en svo er ekki. Og það gerir heldur ekki, það bætir ekki við virkni í ritli sem klára fyrir okkur algengar skipanir, þó svo að það sé líka eitthvað sem þið gætu hafa verið að nota, en það er, og JS Hint getur virkað í ritlinu með ykkur, þannig að þetta svona reynir að vera eitthvað voðalega augljóst, en heldur ekkert andstyggilegt. JSHint.com, þar sem reyndir forritar að fara yfir kóða og senda tölvu tilbaka, eins fárlega vel og svo hugmynd hljómar, þá er það ekki þannig. Þetta lætur okkur vita af algengu villum sem við gerum við smíða á JavaScript kóða. Þannig gleymdi ég að þið ætlaði að svara þessu. Svo er 3, hvert af eftirtöldum fullyrðingum HTTP er rétt. HTTP krefst þess eingöngu að client geymi stöðu. HTTP notar JavaScript fyrir virkni á framvinda. HTTP byggir á client sendir request og server sendir response. HTTP hefur aðgerðir sem eru flokkaðar, til dæmis eru aðgerðir í 300 flokknum aðgerðir til að áframsenda. Sé hana, og það er svona þessi ruglar í manni með því að hafa þessir aðgerðir sem flokkar, en það eru ekki aðgerðina sem eru flokkar, það eru statusarnir sem koma tilbaka. Þannig að hér er það C. Og hér við höfum ekki, ég hef ekki forsendu fyrir prófinu, það er ekki partur af efni sem við höfum til prófs að tengjast við gagnagrunna, en samt sem aður er þessi spurning alveg relevant af því að hún tengist því að hvernig við getum sett svona hluti upp þannig að þeir virki bæði á vélinni hjá okkur og einhverjum öðrum vélum. Þannig að þegar við
setjum forrit upp sem tengist gagnagrunni eða einhverju öðru, geta tengistillingar verið mismunandi. Til að auðvelda okkur að breyta þeim gott að safna öllum stillingum saman á einum stað í forriti, hardkóða þar og breyta fyrir hverja uppsetningu. Þetta er alveg augljóst. Við hardkóðum ekki. Og ef við gerum það, þá vitum við að gera eitthvað svona sem lyktar. Geyma stillingar í sér falli og breyta fyrir hverja uppsetningu. Þetta er bara önnur og annað orðalag fyrir að hardkóða. Og sé líka að það er búin að gefa ykkur þetta er hérna, geyma upplýsingar í umhverfi og breyta fyrir hverja uppsetningu. Þetta er eins og við gerðum með environmentið á Heroku. Ok. Div og span eru element sem standa sér. Þau gildir að þau bera ekki merkingu og því ætti alls ekki að nota þau vegna merkingafræði. Þau bera merkingu en hún er óræð og því ætti alls ekki að nota þau. Þau bera ekki merkingu en ef svo ber við í lagi að nota þau. Þau bera merkingu og hún er það almenn að við getum notað þau fyrir allt. Sé, öll svörin sé. Já, sé. Þau bera ekki merkingu en það er í lagi að nota þau. Og það er þá þessi alls ekki hérna sem er svona triggerar að við ætlum eitthvað svona hei, það er eitthvað svona hard and fast rules í þessu. Þetta er allt svo fluid hjá okkur. Hugtakið flóðið, Cascade í CSS skilgreinir gildi fyrir hvert selektor í CSS sem ræður því hversu mikilvægur hann er, röðin á skilgreiningu fyrir hvert element, gildi fyrir hverja reglu sem skilgreinir hvernig sjálfgefin gildi flæða yfir hana, röðina á skilgreiningum í skjalinu. Ekkert svakalega góð spurning, en það er hérna aftur sé, hvað er í gangi, hvernig sjálfgefið gildin flæða yfir, nei, býtum við. Nei, þetta er specificity. Jú, þetta er með þess að það er slæm spurning að ég sé ekki alveg hvað ég var að spá hérna. Jú, þetta er forgangsröðunin út frá því þegar þú ert búin að fá gildi fyrir hvert selektor sem segir til sem er specificityð, þá er Cascade síðan í raun röðin á skilgreiningu fyrir hvert element, en þú veist, þetta er alveg svakalega slæm spurning. Þannig að við sjáum sko, það geta vel verið buggar í prófinu og það hafa yfirleitt verið alltaf einhverjar spurningar sem ég hef bara fellt út og þá fá bara allir yfir línuna rétt fyrir hana. Þannig að ég er ekkert eitthvað að hérna fara gera fullkomið próf og ef ég tek eftir því í prófunu sjálfu þá mun ég láta okkur vita. Þannig að ekki vera feiminn við það að hérna spyrja mig og ekki vera hérna ekki halda þetta sé ykkur heilagur sannleikur, því að ég hef margoft gert skelfileg mistök og held ég áfram. En næsta spurning, vonum að hún sé aðeins betri og hérna ekki með svarið sé. Mörg framework byggja upp á einhvers konar template-mál. Hvert að eftirfarandi er góð ástæða til að nota þau? Tryggja okkur að SEO og aðgengi vefsins okkar sé gott. Sjá til þess að HTML vefsins okkar sé alltaf gilt. Leyfa okkur að senda gögn og template og birta þau óháð virkni forrits allt að ofan. Þetta er solid C. Við höldum bara áfram. Hvaða staf ætli ég velji þetta árið? Já, ég veit það ekki. Þú veist, þetta gerist ekkert. Ég meina, handahóf er svona, sko. Þú getur alveg fengið hérna, þú veist, sama stafinn alveg oft í röð. Einingapróf eru notuð til að auka öryggi okkar á breytingum sem við gerum á forriti, skjala raunverulega virkni forrits, gefa okkur hraða endurgjöf á virkni forrits meðan við erum að smíða það. Allt að ofan. Allt að ofan. Þannig að brjóta þess fyrir mig D-ið. Þegar við útfærum notendaumsjón er að mörgu huga. Eitt af því sem við ætlum að hafa sérstaklega í huga er að nota traust og gott forritunarmál, dulkóða lykilorð, nota trausta notendaumsjón frá þriðja aðila ef möguleiki er, passa upp á að fela öll url sem notandi má ekki komast inn á. Þannig að hérna getur öll að segja að D er að nota svona security through obscurity og
þá er það einn af því sem við lendum í, eða eitt af því sem óvarspið með að gera þetta ekki. Dulkóða lykilorð. Við viljum ekki dulkóða lykilorð, við viljum hassa þau. Og svo er þetta hérna að nota traust og gott forritunarmál er kannski svona, jú, þarna mætti færa rök fyrir því að það sé líka rétt, en það er í raun, ég held ég að setja hérna eftir sko, það er eitt rétt svar fyrir hverja. Það er réttasta svarið. Ég veit ekki að setja það sem líka forsendu. En réttasta svarið þar sem er hérna sérstaklega er að nota trausta notendaumsjón frá þriðja aðila ef möguleiki er. Það fara ekki að detta ekki í það að fara að útbúa eitthvað sjálf sem er jafn flókið og notendaumsjón. Hvert af eftirtöldu er gilt url. Það er þá A, B, C eða D. Og við getum allavega að segja að vantar hérna protokollin á B og D, þannig við getum hendið út. Og svo er munur á einum staf í A og C, og það sem rétt er A. Það er ekki, fú er ekki gilt portnúmer. Hver af eftirfarandi staðföngum er ekki rétt einingakerfi Node? Hægt að segja einingar sóttar með npm með því að skrifa require nafn á einingu. Hægt að sækja einingu úr möppu sem inniheldur index.js með require nafn á möppu. Hægt að sækja forritun möppu sem inniheldur app.js með því að gera require nafn á möppu. Hægt að sækja JSON skrár með því að gera require nafn á JSON skrá.json. Svona seminasti. Hvað haldið þið? Fyrsta er solid. Þetta er hægt. Þetta líka hérna, index.js mun alltaf taka precedence yfir mun alltaf vera notað ef það er til staðar þegar þú biður möppu. En er þetta að sækja JSON skrár eða er app.js eitthvað sem tengist npm? Hvort er vitlaust? Þetta er líka svona sérstaklega góð spurning. En það er alveg þetta hérna, C. Þetta er mjög gamla old habits. App.js er á ekkert við. Það er bara eitthvað sem við er yfirleitt notað þegar við nota Express. En það hefur enga þýðingu eins og index.js. Eitt af því sem SAS býður okkur ekki upp á er að útbúa grindur, útbúa mixin fyrir aðgerðir, skilgreina breytur, skilgreina nestaða selektora. Mixin eru svona, það sem við getum tekið eins og, hei, ég er með eitt selektor sem setur border á allt og svo getur við mixað honum inn í aðra selektora. Það er A. Það er SAS býður ekki upp á það beint að búa til grindur, þó þú getur nota SAS til að búa grindur, en það er ekki eitthvað sem kemur out of the box. Svo er hérna svona selektorspurning sem er mjög klassist, hafa eitthvað svona, geta lesið út í hvernig þessi syntax virkar. En hvað velur eftirfarandi CSS selektor? Allar HTML fyrirsagnir með class important sem er afkomandi section sem er barn main. Allar HTML fyrirsagnir með ID important sem er afkomandi section sem er barn main. Allar HTML fyrirsagnir með class important sem er afkomandi section sem er afkomandi main. Allar HTML fyrirsagnir með ID important sem er afkomandi section sem er afkomandi main. Þannig að hérna er eitthvað svona taktík sem við getum gert. Við getum alltaf að sé það, er einhver ID selektor þannig inni? Nei, þannig að við getum alltaf að stróka út þessu hérna tvær spurningar strax. Þær eru með ID hérna sem skiptir ekki máli. Þannig að það er annarkvort sko class important og þá erum við að sjá hver er munurinn hérna afkomandi og svo barn. Þannig að þá þurfum við að skoða sko hvað þýðir þessi hérna. Hvað þýðir stærra en merki í selektor? Já, það er barn en ekki afkomandi. White space segir bara einhvers staðar í hlutrinu sem kemur á eftir fyrir selektornum. Þannig að þá er hérna A rétt svarið. Hérna er hvaða verkefni leysa npm og Bower. Við fórum ekki sérstaklega í Bower núna, en Bower er svona pakkakerfi fyrir frammendan, en npm er eiginlega búið að leysa það hólum með allir leiti. Þannig að hvaða verkefni leysir npm? Skilgreina hvaða einingar frá þriðja aðila við notum.
aðstoða okkur við að finna, sækja og uppfæra einingar frá þriðja aðila, gera okkur kleift að bæta okkar eigin einingum í almennar kóðageymslur þar sem aðrir geta sótt og nýtt, eða allt að ofan. Það er allt að ofan. Þannig að þetta er svona tendansandi C og D. Er það eitthvað sem skilgreinir mig sem prófgerðarmann eða ekki? Spurning. Svo getið þið verið mjög viss að það komi svona spurning og ég svolítið hrifnari af svona típu af spurningum þar sem ég ekki að biðja ykkur að skrifa kóða beint. Þetta er annarkvort að biðja ykkur að fylla inn í eða lesa út úr. Þannig að það er eina breytingum sem ég ætla að gera. Ég ætla svona að skipta meira út í eitthvað svona. En hérna ætlum við að skilgreina breytu sem heitir x sem er með gildi 5. Við ætlum að skilgreina breytu square sem er með gildi fallið x sem skilar x í öðru. Og svo ætlum við að skilgreina enn eina breytuna sem inniheldur útkomuna úr því að kalla í square, sem kalla í kalk sem er hérna ofan með gildið square sem er fall og function y sem skilar x plus y plus 10 og svo ætlum við að skrifa út niðurstöðuna. Þannig að hvað kemur út úr þessu? Ef við skoðum hérna result, við byrjum bara þar og við sjáum að kalk tekur inn fall, fall og fasta og þá sjáum við að kalk mun kalla í f af x og f er þá hérna square, þannig að við vitum hérna að þetta hér gildi, við getum strax séð að það er hvað? 2 kemur inn hérna sem x, 2 fyrir inn í þetta fall er hér, þannig að það eru 4. Þetta eru 4 hér pluss g af x og g af x er þá fallið hérna sem tekur inn y sem er þá skópað við þessa hérna blokk með x-inni, þannig að y hérna er 2, x hér er 5, skópingreglan fyrir hingað upp. Þetta hérna fall er óháð því þegar við köllum í það hér, þannig að þetta er í raun svona scoping trick. Hérna, þannig að það verður 5 pluss 2 pluss 10 sem eru 17 pluss 4 verður 21. Þetta getur verið, þetta er svona svolítið nasty, en hérna svona, það verður eitthvað svona, ég veit ekki hversu nasty það verður, það kemur ofta ekki. Já, er það ekki æskilegt? Að þetta er ECMAScript 5. Ég fór ekki yfir 2015 í fyrra. Þannig að núna geti þið verið að þið fáið hins vegar ECMAScript 6 kóða. Já. Herru, svo kemur hérna forritun- og spurningakaflinn sem hefur alltaf verið þrískiptur. Það er eitthvað HTML og CSS, það er eitthvað JavaScript og það er eitthvað backendastöf, þá Node sérstaklega. Og hérna fáum við einhvern HTML boot sem er skilgreint fyrir eitthvað CSS. Það er hérna einhverjar 3 reglur. Og fyrsta spurningin er hvernig lítur kart út? Teiknið einfalda mynd. Og þegar ég meina einfalda mynd, þá meina ég mjög einfalda mynd. Ef ég myndi vilja flókna mynd, þá myndi ég byrja flókna mynd. Þannig ef þið þurfið ekki að merkja inn á þetta, hvað það er breytt, hvað er stórt padding eða eitthvað, frekar en þið viljið, það er ekki krafa nema ég byrji sérstaklega um það. Þannig að þá skoðum við hérna, við erum með eitthvað card, það er með eitthvað heading, eitthvað content og eitthvað image, ok? Við skoðum hérna heading, text align center, þannig að við getum í raun sjáum að það er eitthvað miðjað. Við sjáum að card er með border sem er með einhverju radius. Þannig að þá sjáum við hérna card og heading, þannig að við erum komið með eitthvað svona ég hef nú enga leið til að teikna á einhvern einfaldan hátt hérna. Preview ekki teikna. Ég vil hafa það með í glærunni. Sjá, gerum max. Preview, tools.
Nú gott. Herri, engan tíma í svona rugl. Þannig að... Já, ok, herri. Færum okkur yfir töflunum hérna. Og... Kann ekki láta svona töflur? Töflunum fór í fílu. Ok. Þannig að við erum með eitthvað hérna og við erum með svona eitthvað svona box. Sjá hvað þetta er mjög einföld og ljót mynd. Þannig að við getum ímyndað okkur, við erum með box sem er með rounded corners og svo erum við með hennan heading hérna og við sjáum að heading er með textalega center og aðeins stærri texta. Þannig að við getum gert hérna og ja, kannski skoðum aðeins betur áður en við fyrir að gera það. Hvað er í gangi? Ok. Fyrsti og seinasti dagur fari í vandræði með töluna. Við sjáum að þetta er miðjusett þetta box í konteinerinu sínum. Þannig að við getum sett þetta svona konteiner hérna og svo er hérna lóðrem. Og svo kemur texti, content. Hann er ekkert skilgreindur sérstaklega. En við sjáum að heading er í divi sem þýðir að það mun taka alla breiddina sína þegar það er default blokk. Þannig að textin kemur bara fyrir neðan. Minni hérna. Og svo kemur myndin. Hún er miðjusett með width 50% og tvisvar sinnum hérna margin 0 auto. Þannig að hún kemur hérna fyrir neðan. Þannig að þetta er einföld mynd hérna á töflunni. Af því að svo kemur í næsta part af þessu hægt er að gagnrýna að minnstakosti 5 atriði við bútan á hann. Gerðu grein fyrir þeim, þá er að segja þessum að minnstakosti 5 atriðum í stuttu máli. Þannig að þá er þetta hérna frekar opið fyrir það að þið rífið þetta í ykkur. Hvað er það fyrsta sem þið sjáið? Já, og ekki nota ID. Það var P hér, ekki nota ID hér, eða þú veist, þá í raun almenna villan þarna er að vera ekki með ID. Figure er alveg valid, það er þarna, en hérna mætti vera, þetta var svona, fyrir ykkur sem verið ennþá meiri nördar í HTML-inu, þá mætti þetta verið fig caption. Síðan er þetta líka fyrir CSS-ið, þannig að við vorum búin að reka augunni hérna margin 0 auto tvisvar sem er óþarfi. Breiddin hérna, er eitthvað við hana að athuga. Tvískilgrind padding, það er óþarfi. Breiddin ætti að vera ekki í fastri stærð, heldur í einhverju hlutfallslegri stærð með max width þá frekar. Nei, border radius verður að vera, þannig að border og border radius eru í lagi. Þannig að þetta er svona í lagi þessar hérna tvær. Hérna mætti skipta þessu út fyrir padding 10px, 15px, þess að nota shorthandið alveg. Þannig að þetta hérna er redundant, svona ef maður fyrir alveg niður í það. Og já, og svo hérna er ID selector. Þannig að það er alveg, voru alveg 8 eða 9 atriði þarna sem að ég setti upp og svo gerði ég meira segja auka villu sem að ég ætlaði ekki að hafa tvisvar margir auto. Grætti þau þarna. Þannig að þetta svona, þú veist, ég veit af nógu miklu, þannig að þið ættu að geta pikkað út að minnsta kosti eitthvað. Þetta hefur verið svona, gengið ágætlega semstu 2 ára að hafa svona spurningu. Svo, ef við vildum að kart myndi aðlaga sig að og virka í þessum flestum aðstæðum, vera sem mest skalanlegt, þyrftum við að, en þarna var bæði hægt að hnýta í þetta og síðan skrifa nánar þetta, að hérna, width ætti ekki að vera fastsett hér, heldur ættu við að skilgreina width sem 100% og hafa max width 200 pixla. Þannig að það var svona vísun í það, þannig að þú stækkar upp á okkur marki og ekki meira, en undir því er það fluid, eða þú veist, responsive. Og hver væri stærðin á card samkvæmt box módelinu?
width og height ef það væri sett inn í element sem hefði breidd 500 pixla. Þá fyrir við í box. Samkvæmt boxmálmi, card. 500 pixla parent. Ok. 500 pixla skiptir ekki máli því það er width 200 pixlar hérna. Við erum ekki að nota box sizing border box, þannig að það gilda í raun allar reglur width. Það er að segja að 200 pluss þetta auto hérna var kannski full langt gengi hjá mér að hafa, af því að það náttúrulega kemur inn í það að hérna breiddin sitt hvoru megin er restin þegar við erum að reikna þetta út, sem er það 200 pluss border sitt hvoru megin upp á 1 pixel, þannig 202, padding upp á 10 pixel sitt hvoru megin, 20, 22, 222, þannig að auto gildi verður, ég ruglaðist, 30, 282, þannig að margin gildi verður 500 mínus 282 deilt með 2, það er að segja ef það var sví hérna utanum, þannig að 500 mínus 232 deilt með 2, margin verður 184 og 184. Þó svo eftir á að hyggja þá gaf ég ekki vitlaust fyrir að hafa vitlaust hafa það ekki nákvæmt, því að það er svolítið ljótt að spyrja það hér. Og hæðin verður í raun bara hæðin á efninu, sem er bara hæðin á þessu hér, þannig að það er bara eitthvað breyta, og þá segjum við bara hæðin á efninu, pluss 20 pluss 2. Þannig að við vitum ekki hæðina, það er allt í lagi. Þannig að við vitum bara að hún verður einhver pluss þar sem paddingi og border er skilgreining hana. Ok. Svo erum við með hérna svona spurningu sem er svona keimlíkt, þar sem ég er ekki að biðja forritun frá A til Ö, heldur að fylla inn í, og út af því að þetta er verið að fylla inn í þá er ég að biðja hérna að veri nákvæm og uppfylla málfræðireglur, að því leyti að ef að hérna ætti að koma strengur, þá er það strengur ef að það eru gæsleppir eða útfellingar komið kringum hann. Það er ekki strengur ef þið skrifir bara fú, þá er ég giska á þessi að meina breytuna fú. Þannig að þarna er ég að sérstaklega taka fram að ég fer svona striktli yfir þetta. Þannig að við byrjum hérna á að skoða þetta forrit, og það er búið að setja hérna A, B, C, D, E, F, G, H, I, J inn í þetta. Og hérna eru í raun möguleikar til að skrifa það inn, og við sjáum að þetta á að haga sér þannig að þetta á að finna alla takka og festa við þá fallið button handler þegar smellt er á með klikk. Og við ætlum aðeins nota JavaScript, það er ekkert jQuery eða neitt svoleiðis. Þannig að hvað er A? Document. Og hérna er DOM content loaded, þannig að við vitum að þetta keyrir þegar að við getum farið að eiga við DOM tríið. Og þegar við erum með event handlera þá þurfum við að gefa þeim function. Og hérna finnum við alla buttons, þannig að þá ætlum við að nota hérna document.query selector all, og við ætlum að finna button elementið, þannig að þá kemur hérna í D strengurinn button, þannig að við erum með document.query selector all button, þannig að við erum að fara að sækja öll þau element sem að hérna heita er að típinu button í dokumentinu, öllu saman. Og hvað erum við að gera hér? Og ef það er tómt þá ætlum við ekki að gera neitt meira, þannig að hvað er þá E? Buttons. Hérna er síðan verið að fara að ídra í gegnum alla takkana, og til þess að ídra í gegnum ætlum við að nota hvað hérna? F verður for, og við ætlum að fara í gegnum hvaða fylki, hvaða lengd hvaða fylkis, buttons, aftur hérna, og svo ætlum við að gera fyrir buttons I, þá ætlum við að segja hvað verður H. Festa við að falli button handler, þannig að, og þegar smellt er á þá að keyra það. Þannig að hérna er í raun, sko, hvernig hagar þetta sér.
þá verður add event listener, þannig að þá er þetta að sjá hérna, það er vísun í það hér. Þú veist, svona þetta er formið hérna, þannig að ef maður fylgist með hérna uppi, þá sér maður að þetta hérna er sama pattern að vera að kalla í hérna. Það er svona aðeins að tengja á milli. Þannig að það er add event listener, I verður strengurinn klikk og J verður button handler. Þannig að þetta svona, hérna erum það sem að þurfti að vita og var svona kannski að slakast af þessu spurningu eða svona að vita, kunna, er query selector all hérna. Annað ætti að vera hægt að dedúsa út frá hinu. Síðan er hérna Node, JS og Express og ég ætla að segja við ykkur hérna, ég mun segja við ykkur í prófinu ef að ég rölti fram hjá ykkur og þið spyrjið með einhverjum spurninga. Svarið öllu, af því að það er ekkert leiðilegra en að fá bara tómt svar. Ég skilja alveg að þið rennið út af tíma, en ekki skilja prófið þar sem þið bara skilja eftir eina spurningu sem er bara ekki neitt við. Af því að bara skrifa eitthvað svona sauðakóða sem segir til ok, ég man ekki hvernig þetta virkar, en svona myndi ég hugsa þetta, svona er hugsunin. Þið munum fá meira fyrir það en 0 sem þið fáið að þið skilir bara öðru spurningu. Og það er nefnilega rosalega margir sem skila tómum spurningum og þá var ég leiður. En hérna er sem sagt, þessi spurning er að prófa út úr þessu callback flæði sem við svona skiptum aðeins út fyrir promises núna. Og það að við erum með eitthvað form sem sem sendir ykkur gögn og við ætlum að búa til virkni sem staðfestur þau, validator þau og ef þau eru í lagi vista þau í gagnagrunn. Þannig að svo eru gefin einhver föll hérna og hvað þau gera. Við erum með validate og save og svo er hérna almennt callback er á forminu function r-data þar sem r er null ef enginn vill að koma upp, annars vill hann sjálf. Og svo erum við með middlewareið is logged in sem sér að passa på að notandi sé innskráður og megi sjá form og vista gögn. Svo erum við með dataform middleware sem birtir formið og save form middleware sem vistar gögnin. Þannig að þetta er svona gefið svona pústinir eða kubbarnir eru gefnir, þannig að þið þurfum svona hvernig myndið struktúra þessu upp. Þannig að hérna er í raun render form, data, posted, boolean, valid boolean, sýnir form rétt með við gögn og hvort það hefur verið send gögn og hvort þessu er gild. Þetta er svona svolítið forsaga þessu hérna. Þannig að þá kemur fyrsta spurningin. Ef taka á við get og post beinum frá innskráðum notendum, hvernig stillum við upp router? Þannig að þá erum við með hérna router bara í Express og við ætlum að taka við get og post beinum. Þannig að þeir eru hérna 2 routerar, þannig að gefið, þetta er eitthvað 20 sem þarf skilgrina. Þannig að fyrri er bara get og seinni er bara post. Þá ertu allavega, það er einn partur af púslinu. Þannig að við ætlum að getta hérna og við erum með einhverja slóð sem er reyndar ekki gefin, en þá myndum við bara segja router.get, svo getum við bara haft slash, strengin slash, forward slash, og bara gerum ráð fyrir þess að við erum að posta á index-síðuna og svo ætlum við að kæra hérna middlewareið, þannig að við ætlum að setja is logged in middlewareið sem passar upp á það að eftir að búa að getta þessa síðu, ef að is logged in middlewareið skilar hérna true, þá hleypur okkur í gegn og svo ætlum við að fara í kalla í dataform sem sýnir okkur formið. Þannig að þá myndum við hafa hérna router.get forward slash strengurinn, komma, is logged in, komma, dataform, loka. Fórum ekki alveg djúpt í þetta og við gerum í fyrra, þannig að það er hérna, svona spurning myndi ekki koma. Og svo fyrir seinna, þá erum við með þetta save form, þannig að þá myndum við hafa router.post. Svo hérna, það er meira í þessu, og svo höfum við hérna þetta save form sem við kallum í, sem við myndum að taka við gögnunum á mistaða. Svo er næsti partur af þessu er að útfæra save form fallið.
Þannig að þá er gefið hérna function save form rec res next. Data kemur úr rec body, þannig að við vitum að það er hérna. Þannig að þetta verður fylki af gögnunum. Og hérna með þessar gefnu forsendur að það eigi fyrst að kalla í þetta validate data og síðan í save data ef þetta hérna skilar true. Þannig að hérna er aftur ekki þarf að sýna nákvæman kóða og hugið sérstaklega callback flæði. Þannig að það sem það þarf að gera hér er hvað? Ef að þið bara svona hugsa þetta svolítið abstrakt. Við höfum að fara að skrifa þetta nýtt niður. En við höfum svona fylki af gögnum. Við höfum fall sem að validata það, fylki af gögnum og skila okkur callbacki sem að er annarkvort true eða false. Ef það er true þá eru gögnin gild og ef það er false þá eru þau ekki gild. Þannig að við hoppum bara hérna í Atom aðeins til þess að þannig að þetta er ekki langur tími hérna. Þannig að við erum með eitthvað data og svo erum við með eitthvað callback fall sem heitir validate. Þannig að við ætlum að kalla í validate og svo sjáum við hérna hvernig hefða sér hérna callback, validate, data, callback. Ok, validate, data, svo callback. Svo sjáum við hérna að með við þetta hérna, þá eru callbackin alltaf á forminu function r data, þannig hérna, en við höfum það líka gefið, þannig að við getum alveg byrjað að skrifa þetta hérna, r data, svona, þá sjáum við hérna data, hérna reyndar vilja þessu að data er ekki gott að kalla bæði það, hvernig minn hérna result, þetta vissulega ruglaði mörgum, þannig að þetta var eitt af buggunum sem ég lét allavega vita að væri buggur. Þannig að við sjáum hérna if result, þannig að ef þetta er true þá ætlum við að halda áfram, else ekki í lagi. Ok, ef þetta er í lagi þá erum við með annað fall sem heitir save, þess tekum við data og tekum við callbacki og þá er það sama, if result, þá hérna yippie, þá er þetta komið inn, else ekki í lagi. Þannig hér er aðal kjötið á þessu hérna var það að við þurfum að kalla í fallið innan úr fallinu. Þannig að það er þetta eins og þau eru búin að vera að vinna með promisin, þar sem að virkar ekki bara að segja hérna vistagi gagnagrunn og svo er næstu línu render, þá er ekki búið að gera þetta. Þá er þetta ekki, þetta virkar ekki að keyra þetta línulega. Við erum að keyra þetta ólínulega með callback flæðinu og promise virkar bara á sama hátt. Herru, síðan er hérna seinasti parturinn sem ég ætla nokkuð að fara sérstaklega yfir, að það eru raun 4 ritgerðarspurningar og þær eru bara svona þessi meira pælingar, en þær eru þannig að þær eru 4 og ef þið svarið þeim öllum þá fer ég yfir þær allar og 3 bestu gilda. Þannig að þið gætið þarna bæði spara eitthvað tíma eða reynda að græða ykkur nokkur auka stig ef þið eru hérna mjög solid á mörgum á þessum hugtökum. Þannig hérna er eitthvað progressive enhancement, atburðardrifið, Node.js, hvað er XSS og svo í lokin það verður einhver svona spurning, þannig að ég geti byrjað ykkur bara svona almennt, bara eitthvað svona hei, þið eru að fara að gera eitthvað verkefni, hvernig myndu þið setja það upp? Og það sem þið farið yfir það sem er búið að læra í námskeiðinu. En þá er þessu bara lokið.